ekki frá því að sé búið að hálfselja mér hennan suður-kóreska draum sem við erum á hérna. Ég held að ég hef aldrei sest inn í bíl áður sem að svona við fyrstu kynni hafi gert svona mikið fyrir mig. Svo hann líka orðinn hrikalega fallegur. Þú veist, það orðið allt annað að horfa á þennan bíl. Yfirleitt hefur Hyundai, Kia, Nissan, þessi bílar, þetta hefur meira verið svona eins og frystikistan heima. Veist, þetta ekkert eitthvað sem þú horfir á tvisvar og svona, vá, þessi nú hrikalega flottur. En ég verð að viðurkenna að þegar maður horfir á þennan, að þá finnst mér hann bara fáránlega töff. Bílinn sem ég á í dag með 2,2 lítra dísilvél sem að skilur okkur 202 hestaflum og það alveg feikið nóg á svona jeppa. Mér finnst maður eiga alveg nóg kraft inni, maður þarf og hann tiltölulega sparneytinn. Hann að meðaltali hann að eyða ykkur 5,5 lítrum á 100 í blönduðum akstri. Það líka alls konar öryggisfíturar í þessum bíl sem eru mjög skemmtilegir. Til dæmis, ef maður ætlar að beygja og setur stefnuljós til vinstri eða hægri, að þá kemur pínu lítil myndavél í mælaborðið og sýnir aðeins meira en spegillinn gerir. Einnig ef maður smellir á stefnuljósið og það bíll alveg við hliðina á í blindapunktinu sem maður sér ekki, að þá glittir í svona lítinn rauðan þríhyrning og bíllinn bípar og segir þér að þú getur ekki tekið fram á núna út eða þú munt klessa inn í bílinn við hliðina þér. Yfirleitt finnst mér allir svona öryggisbúnaðir sem alltaf að pípa mann og vara mann við hinn og þessu finnst mér pirrandi. En þetta actually hlutir sem að mér finnst bara mjög þægilegir að hafa. Einnig hann með eitthvað konar timer hérna sem að sýnir mér hvernig athyglisgáfan hjá mér hverju sinni. Hérna sé ég búinn að vera að keyra núna í hálftíma og hann segir að attention level hjá mér eða athyglisgáfan sem ég hef akkurat núna sé high og svo mynd af kaffibolla eða kannski hann að mælast til þess að ég fái mér auka kaffibolla til að koma mér í gang, ég veit það ekki. En þessi bíl líka með adaptive cruise control sem að þýðir þá að þú getur haft hann í cruise control og hann heldur ákveðri vegalengd í næsta bíl sem þú stillir, hvað sem að séu 5 metrar, 10 metrar, 20 metrar eða hvað sem þér finnst best og hann hægir á sér og hraðar á sér eftir bílnum fyrir fram að þig, hvað hann gerir og svo framvegis. Einnig hann með svona lane assist sem að vara þig við ef þú ert að siksakka á mikið eða eftir of mikið á línunni, þá pípur hann að þig líka. Þessi bíl síhjóladrifinn eða all-wheel drive, en það þýðir samt ekki að hann sé bara eitthvað svona one-trick pony og hann sé bara það eina sem hann geti. Maður getur ekki tekið hann úr all-wheel drive og haft hann framhjóladrifinn eða afturhjóladrifinn eingöngu. Maður með stillingar fyrir comfort, eco, sport og smart, þannig að þetta alls konar svona sparnaðar stillingar sem ég kann svo sem ekki að fara út í nákvæmlega núna. Svo hann líka með 3 mismunandi stillingar fyrir off-road. Við erum með sand, mud og snow. Þannig að það eitthvað svona millikassi sem að breytir kraftinum eftir því hvernig færðin Þannig að við getum gefið okkur það að þessi bíl sé svona ágætur. Ég kann ekki að segja offroader, en kannski svona á hinum almennum malavegi ef maður þarf að fara einhverja vandfarna slóða upp á sumarbústaði, þið vitið hvað að fara.